Og að lokum flikk flakk. Þá kemur hann auga á nokkuð. Ályktun: þarna liggur sýningarstúlkan Molly Moll. Formaminni Nicks hreint ótrúlegt. Hann þekkir Molly strax þó að hann hafi einungis séð á henni bakhlutan einu sinni áður þegar hann fletti gegnum karlablað fyrir mörgum mánuðum. Og Nick fljótur á vettvang. Leifar af skógrænum lit í hárinu á henni og undir honum glæný kúla. Ályktun: höggið reið af í 90 gráðu horni með grænu, sífölu tréáhaldi úr þýskri eik. Úr bíl sem ók á 35 km hraða á klukkustund. Arnaraugu Nicks greina það sem aðrir sjá ekki með berum augum. Þarna heilt safn af fingraförum, þumal og löngutangarför skápa Skúla. Þau sömu af gimsteina Geira og þarna má sjá alla lúkuna á kisulóru Kalla. Eftir að hafa kannað förin hefst Nick handa við lífgunartilraunir. Þegar Molly sýnir lífsmark kemur Nick enn auga á nokkuð. Ályktun: þarna liggur Halti Hugo. Á hverju þekkir Nick þrjótinn hann Halta Hugo? Af gatslitnum hægri skósólanum. Ályktun: samkvæmt lit og hitastigi þessi kúla 22 mínútna gömul. Höggið reið af nákvæmlega klukkan 11. Nick kastar 100 kíló á manninum jafn létt á herðar sér og væri hann sjal. En þá rankar Hugo við sér og grípur fætur Nicks. Þetta óbeina kjaftsögg sendir Nick beint inn í draumalandið. En hann kemst fljótt til fullrar rænu. Halti Hugo horfinn og einnig Molly Moll. En þá ber að vini og bjargvætti í raun, lögreglumenn. Þeir halda litmynd við nefið á Nick og vilja vita hvort hann hafi séð manninn. Myndin var tekin fyrir korteri með þessari sjálfvirku myndavél þegar sýningargluggi Kuhn og Klunkers var tæmdur. Þetta greinilega Halti Hugo. Ályktun: Halti Hugo ekki sá seki. Hvað, segja eflaust mörg ykkar. Maðurinn á myndinni hlýtur að vera sá seki. Nick sá bak við höfuð Hugos í börð á gráum flókahatti og hérna við mitti Hugos má sjá 2 efnisbúta sem ekki hæfa jakka hans. Og hluta af ókunnri hendi með fæðingarbletti. Þennan fæðingarblett þekkir Nick. Þetta hönd Gimsteina Geira. Ályktun: Gimsteina Geiri fann Halta Hugo í roti á götunni klukkan 11. Hann dró hann meðvitundarlausan að gimsteinaverslun Klunkers, setti á hann sólglerugu og hélt honum fyrir framan sig á meðan á verknaðinum stóð til þess að blekkja sjálfvirku myndavélina. Eftir glæpinn dró hann Hugo tilbaka þar sem ég fann hann klukkan 11:22. Og svo ótrúlega vill til að einmitt í þessu ekur Gimsteina Geiri hjá. Ályktun: þetta hnakkinn á Molly Moll. Með því að skella saman hælum að hermannasið verða skóhælar Nicks að farartæki. Allt í einu uppgötar Gimsteina Geiri húfuna á Nick í baksýnisspeglinum. Hann togar í stöng sem losar höldurnar á farangursgeymslunni af. Geiri togar í aðra stöng sem setur sjálfvirka heimatilbúna holræsis loka lyftarann í gang. Allir aðrir hefðu nú gefist upp við eltingaleikinn, en ekki Nick. Hann dettur ofan í farartæki spottpræsa eftirlitsborgarinnar. Með öruggri eðlisávísun stefnir hann beint á bófabarinn. Sama stað undir heimalífsborgarinnar og annað heimili Gimsteina Geira. Þegar Nick kemur inn á krána þagna allir. Aðeins Molly Moll roðnar. Virginia Peng, eigandi bófabarsins, dregur að sér athygli Nicks með því að draga djúpt inn andann, en hann finnur með ofurnæmu baki sínu að eitthvað í vændum. Eftir þetta frábæra fjöldakjaftsögg koma mennirnir með sírenurnar, sjá Halta Hugo í valnum og ætla að handtaka hann fyrir gimsteinaþjófnað. En Nick sannar með hjálp myndarinnar sem tekin var að Gimsteina Geiri í raun sá seki. Og hvar stolnu gimsteinarnir? Geiri hefur laumað þeim ofan í handtösku Mollyar. Og enn einu sinni hefur Nick bjargað saklausum manni frá reiddum hnefa réttvísinnar. En hver slær saklausa vegfarendur í rot klukkan 11 á föstudögum án þess að ræna það?
Nick rifjar upp staðina þar sem atvikin hafa átt sér stað. Hérna lá Molly Moll meðvitundarlaus en með kúlu á höfðinu. Hérna fann Nick halta Hugo í roti og á öllum þessum stöðum urðu vegfarendur fyrir rothöggi að næturlagi. Klukkan er að verða 11. Nick ætlar að bera höfuðið hátt og vona að hann verði fyrir höggi á næstu sekúndum. En hann þarf ekki að óttast höggið vegna þess að hann hefur sett upp gervihnakka. Þið sjáið nú skýringamynd af þessum höggþétta og skothelda gervihnakka. Þessi punktalína sýnir eðlilegt höfuðla Nicks. Bilið milli húfunar og höfuðsins er fyllt með svampi og hulið með húðlituðu þýsku eðalstáli. Og nú sjáum við greinilega Nick sperra eyrun. Hann heyrir vélarhljóð sem hljómar kunnuglega. Ályktun? Þetta er bíll gimsteinageira. En Nick veit ekki að Virginia Peng, eigandi bófabarsins, er við stýrið. Hún þrýstir á hnapp í búnaðartölvunni sem setur í gang fellitækið. Nick á von á höggi í gervihöfuðið, en í stað þess missir hann fótana. Ályktun? Nákvæmlega úr þessari hæð reið höggið á hnakkana af. Fleira getur hann ekki ályktað því að Virginia Peng þrýstir á hnappinn sem kastar út óæskilegum samferðamönnum. Nick lendir mjúkt og örugglega á miðjum vegamótum. Og hvað sér hann í hliðargötu? Mann í roti. Ályktun? Þetta er hnakkinn á fyrrverandi yfirmanni mínum, Kuno von Knall ofursta. Sá ofurstinn eitthvað eftir að hann var fyrir högginu? Já, nakta 4 metra langa konu. Ályktun? Höggið veldur heilaskemmdum. En hvað kemur Nick nú auga á? Nákvæmlega það sem Kuno von Knall ofursti hélt sig hafa séð. Ályktun? Þessi stigi er sökudólgurinn. Hvítt hár af Kuno von Knall, ljóst af Molly og grænn litur. Stiganum er haldið með þessari festingu á þakinu. Með þessari festingu framan á þakinu er efri hluta stigans haldið. Aftan á þakinu er festingin brotin hægra megin. Þegar bíllinn með stigan á þakinu fer í vinstri beygju sveiflast stiginn út af þakinu. Verði hann fyrir mótstöðu fer hann aftur í sína eðlilegu stöðu. Með einföldum bandspotta bindur Nick enda á þetta glæpamál sem í raun var ekkert glæpamál.